Nú ætlum við aðeins að skoða fyrirbærið horn. Horn byrjar í oddpunkti og afmarkast af tveimur örmum, eða tveimur hálflínum. Þær byrja í oddpunktinum og eru svo endalaust í þessa átt. Þannig að þetta er ekki lína í þeim skilningi, þetta eru hálflínur því það enda í oddpunktinum. Síðan köllum við þetta vinstri arm og þetta hægri arm. Síðan afmarkast horn á milli línana sem við táknum svona. Við getum kallað hornið í raun hvað sem við viljum, en því munið að punktar eru með stórum staf, línurnar með litlum, eins og ég talaði um í síðasta myndbandi. Þannig að ef þetta veri punkturinn A, þá er þetta hornið A. En ef að við erum með til dæmis þríhyrning, sem er A, B, C, þá er þetta hérna horn, það er hornið A, nei, byrjum að sjá, nú gerði ég vel þessu. Þá byrjum við í C, C, A, B. Það er að segja hornið sem myndast af að fara úr punktinum C í punktin A í punktin B. Og samhátt er þetta horn þá hornið A, B, C, er það ekki? Horn eru ýmist hvöss, svona. Þá eru þau minni en 90 gráður, gleið. Þá eru þau stærri en 90 gráður, rétt, nákvæmlega 90 gráður og þá er merkt svona. Og svo er líka til eitthvað sem heitir beint horn. Það er bara bein lína og beint horn er alltaf 180 gráður.